Maður velur. Það komið sælir Blikar nær og fjær og verið velkomin í fyrstu beinu útsendinguna hjá okkur hér í Blikar stúdíói. Og við erum með bara að ræða þennan leik sem að fara fram. En fyrst af því að við byrjuðum í gær fyrir Valur og KR. Hvernig fannst þér svona byrjunin á því? Svona, ég vilja fá svona meiri fótbolta en þetta svona típiskur svona þegar mikið undir tvö lið sem spá, góðu gengi, öðrum spáðum Íslandsmeistaratitlinum og hinn öðru seti, þannig að leikur bara svolítið merki þess að menn ætlaði ekki að tapa, menn ætlaði að halda stíginn. Þannig að svona sýnir líka hvað káringarnir eru segja ef þeir komast yfir og ég hef oft sagt að ef þú þarft ekki að skora mikið á mörkum þá ertu líklegur til þess að gera góða hluti og það styrkir ekki káringa að þeir fá ekki mikið mörkum á sig. En snúum okkur að leiknum okkar hérna, það stórleikur Breiðablik Grótta og ef ekki bara sjá liðs uppskiptinguna og finnst þér eitthvað skrítið við þetta eða þetta svona bara eins og þú átti von á? Já sko, það nú svo sem ekki verið, mér finnst þetta að vera svona svolítið eftir bókinni. Þú veist með þeir eru að spila með, ég ekki alveg 3-5-2, 3-5-1-1 kannski og hann Róbert hefur verið að spila einhverja leiki og svo kemur Davíð inn. Hann með Ella hérna í miðjunni og svo Damir og svo Davíð og svo Ólafur fyrir fram á og svo hætti Andri og Gísli og svo Höskuld og Viktor og svo Brynjólfur og svo ertu með Tómas. Þannig að gríðarlega sterkt byrjunarlið. Ég held bara að þetta Blika geti svolítið farið svona kátir inn í þetta tímabil. Enda hafa þeir undanfarin sögum verið með svona eitt besta mannskapinn og enda hafa þeir verið að keppa efsta sæti raunverulega, þó að enda í öðru sæti. Og nú hef ég svona svolítið verið að fylgjast með og mér finnst svona maður að vera að sjá, ég sá leikinn út í VAR, útrúleikinn. Mér finnst Breiðablik vera með besta lið og það getur vel verið að maður sé litaður. Bara völl og búin að vera með það núna í nokkur ár og við erum með eitt besta fótboltalið og nú fáum við nýjan mann í Brúna sem svolítið með svona sérstakar áherslur fyrir að hann vill spila sem ég mjög hrifinn af og það svolítið gaman að sjá hvernig það virkar þannig að hann náttúrulega með frábæra mannskap í höndunum. Verður ekki að vera með svolítið góðan mannskap í þetta dæmi? Jú, auðvitað, þú verður náttúrulega að vera með góða fótboltamenn og þetta þarf náttúrulega að vera vel drillað en svo alltaf eftir að koma í ljós þannig að við viljum ekki lenda í öðru seti eða þriðja seti, við viljum fyrsta seti og þá skilur svo lítið á milli og þá eru öll mistök svo rosalega dýrmæt þannig að ég er alveg pottþéttur á því það koma hérna leikir sem Breiðablik á að vallt yfir lið en vonandi koma ekki leikir þar sem það verður einhver mistök sem verða að kosta stig sem getur kostað það á endanum að við náum kannski ekki þeim árangri sem við viljum. Nú við erum búin að leika 6 leiki við Gróttu síðustu áratugina og búin að vinna alla. Það uppselt á leiki. Grótta í stúkunni hérna á móti okkur, gömlu stúkunni. Þetta COVID-dæmi svolítið að leika okkur illa í þessum leik allavega. Getum ekki hleypt nógu mörgum inn á. Nei, en þetta er svolítið sérstakt. En talandi það, unnið alla leiki við Gróttu. Þetta er kannski svolítið öðruvísi. Litlu byggakeppni. Ég held með þess að þegar ég var að þjálfa hérna 2016 þá hefum við spilað við þá í byggarnum. Já, það Ég minni það. Gummi hafi skorað sigurmarki fyrir okkur og Ágúst Hlyns hafi verið að fá sína fyrstu mínútur. Ég veit ekki hvort ég man þetta alveg rétt en ég held að við séum alltaf komin að þeir eru komin svolítið lengra að Grótta þannig að þetta er fyrsti leikur og það er nú oft þannig að við erum að sjá óvænt úrslit í fyrstu leikjum en ég held samt við erum komin á ofta tíðum síðustu ár þá hafa náttúrulega vellinni skipt svo miklu máli þannig að þeir hafa bara ekki verið tilbúnir leikirnir hafa verið að byrja í maí og þá hafa vellinni verið slæmir. Já, ég heyri að Óskar komin í viðtal hjá Arnari Björnsssyni, eða ekki? Já, alveg félag mann.
Já, við erum komin með Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfara Breiðabliks. Óskar, það hljóta nú að vera blendandi tilfinningar hjá þér. Þú ert að fara að mæta liði sem að þú skilaðir upp í þessa deild, náður frábærum árangri með þetta lið. Er þetta ekki svolítið svona skrítið? Jú, ég ætla að vera að ljúga Ardan ef ég viðurkenndi það ekki. Þetta er þetta skrítið og þetta er drengir sem ég átti 2 frábær ár með. En þegar leikurinn byrja þá verður maður einhvern veginn að leggja það bara til hliðar og í 90 mínútur er þetta bara andstæðingar okkar blika og við tækla það sem slíka. Hvernig undirbjóstu þína menn fyrir þennan leik? Varst það útskýrað fyrir þeim hvað þessi mótherji gerði og svo framvegis? Nei, við stóðum náttúrulega bara undirbjúum okkur fyrir þennan leik og svo við undirbjúum okkur fyrir hvern einasta leik. Við einbeitum okkur að mestu leyti á okkur sjálfum, hvað við ætlum að gera og vídeófundirnar og æfingarnar fóru að stærstu hluti í það en auðvitað er það þannig að það hjálpa kannski eitthvað að þekkja alla leikmennin í hinu liðinu, þekkja kosti þeirra og galla og þannig að maður gæti gefið einhverja punkta en stóru hluta snýst þetta okkur sjálfa, það er alltaf þannig. Þó uppbrún á 8 ára leikmanna skipti ekki máli þá gleður þetta rosalega marga stuðningsmenn Blika að sjá að það eru 8 uppaldir Blikar sem að byrja inn og í kvöld. Já, ég held að það sé bara vitnisburður um það frábæra starf sem hefur verið unnið hérna í félaginu undanfarin ár. Það er fullt af góðum fótboltamönnum, uppöldum Blikum og 8 í dag og ekki það, ég er sammálaður. Upprunavottaði skiptir svo sem kannski ekki öllu máli. Leið að menn eru komin inn í Breiðablik þá eru þeir Blikar og við lítum á það þannig en það hefur vortum frábært starf að 8 leikmenn. Þetta gleður stuðningsmenn að sjá svona marga strákar sem eru búin að fylgjast með frá því voru bara pollar. Já, ég held að hljóta að vera. Ég held að þetta gera það verkum að stuðningsmennir sem eru flesti Kópavogsbúar og hafa átt börn sem hafa verið með þessu strákum í bekk og alist upp með þeim kannski einhvern veginn, að þeir einhvern veginn ná að tengja betur og það er þetta markmið að stuðningsmennir tengist liðinu og það myndir svona eina öfluga heild. En aðeins að liðinu og leiknum í kvöld, hvað áherslur, hvað er það sem að leggur svona mesta áherslu á í þessum leik? Við leggjum náttúrulega bara áherslu þegar að taka frumkvæði frá fyrstu mínútu, stjórna leiknum og passa okkur á því að bera virðingu fyrir verkefninu, bæði virðingu fyrir andstæðingnum, fyrir okkur sjálfum, fyrir leiknum. Þú náttúrulega hefur vantarlega farið vel yfir það með þínum mönnum að vanmat er ekkert í boði í kvöld. Nei, og svo sem þurfti ekkert eitthvað að tala mikið um það. Ég held að við erum með það rútín að liða að menn vita það að allir leikir í Pepsi Max-deildinni eru erfiðir, hver sem andstæðingurinn er. Grótta er komið í Pepsi Max-deildina vegna þess að þeir unnu sig fyrir því, leikmennir unnu sig fyrir því og það frábært fyrir þá að spila hérna á stóra sviðinu og ég get lofaði því að það er ekkert vanmat hjá mínum mönnum, þeir bera virðingu fyrir þeim. Þeir ætla örugglega að svona sýna þér svona einhvers staðar innstinni að þeir geti eitthvað í fótbolta ennþá. Já, ég held að þeir þurfa ekkert að sanna fyrir mér. Ég veit nákvæmlega hvað þeir geta og úr hverju þeir eru gerðir og hversu góðu drengir þetta eru og öflugir. Þannig að ég vona að þeir fara ekki leikið til að sanna eitthvað fyrir mér, þurfa þess ekki, en þeir vilja sýna fyrir sjálfu sér að þeir eiga heima í þessari deild, það er pottþétt. Hvar eru þeir sterkast? Þeir eru vel skipulagðir, þeir eru með risastórt hjarta, þeir hafa ekki tapað mörgum fótboltaleikjum undanfarin 2 ár sem gera það verkum að þeir hafa mikið sjálfstraust og mikla trú og svo eru þeir sterkir í förstu leikatur, sérstaklega hornum. Þar eru þeir mjög öflugir en fyrst og síðast er þetta bara lið sem missir ekki svo glatt trúna á því sem á verkefninu. Þú hefur lagt mikla áherslu á sóknarleikinn og spilar flottan sóknarbolta í liði undir þinni stjórn. Það vita þeir eru búin að fylgjast með ykkur. Þarf ekki að koma marki svona nokkuð snemma svona til þess aðeins að róa töðuna? Jú, það er alltaf ákjósanlegt að skora sem fyrst en þú veist, við bara nálgumst leik þannig að við þurfum að byrja þetta krafti, ná frumkvæðinu, spila hratt, spila fá snertingum og flytja bolta hratt upp völlinn og bera virðingu fyrir þeim færum þegar þau koma og passa upp á það og þá held ég þetta, þú veist, ef við erum best að útgána sjálfum okkur þá á þetta að fara og fer þetta vel. Takk að þið minn, gangið þið vel. Takk fyrir það. Og við skulum síðan heyra í Ágústi Gylfasyni hérna á eftir yfir til ykkar. Já, það svona nokkur orð þarna sem að Óskar segir, taka frumkvæði, stjórna leiknum, bera virðingu
og ekkert vannmatt. Ég svona, þú veist, þetta vannmatt sko. Heldur þetta sé, heldur að menn eigi eftir að vannmeta þetta lið? Nei, en mér finnst þetta, veist, allt sem maður segir alveg hárrétt. Þannig að það er kannski það sem maður trættastu við, þannig að það svona fyrirfram að það ánátt að Breiðablik vinna leik og það er munur á liðum, það er gríðarlegur munur, fótboltalegur munur. Þannig að það er kannski eitthvað sem menn þurfa að huga að ef menn mæti ekki leikin og ætla ekki taka þetta eins og við segjum með vinstri, þá getur þú lent í veseni, þannig að þú snýr því ekki auðvitað við, þú komin inn og ef þú ert ekki mættur í leikin, þá er rosalega erfitt að breyta þig. Þannig að mér finnst þetta að vera alveg allt rétt úr punktana sem hann segja. Og ég á ekki von á því að Breiðablik mæti hérna og ætla að taka þetta með vinstri. Ég bara trúi því. Nú Ágúst Gylfa, hann komin í viðtal. Skiptum við yfir hann. Gylfason, þú ert nú á heimavelli hér. Þú þjálfar þetta Breiðabliklið. Hvernig eru tilfinningarnar að koma hingað aftur og fara að mæta Blikum? Já, það væri nú gott að ég væri á heimavelli. Ég er með annað lið En þú ert á heimavelli hér, þú þekkir allt hér. Ég þekki allt hérna, búinn að vera í 2 ár og búinn að búa í bæjarfélaginu í örugglega 20 ár pluss. Þannig að ég þekki allt hérna. Og það er gaman að koma hérna. Þetta er flottur klúbbur og frábært lið sem Blikarnir eru að stýra, bæði karla og kvenna. Þannig að það er allt til sóma hérna hjá félaginu. Og það er bara gaman að koma hérna í fyrsta leik og við erum í Gróttumenn að stíga okkar fyrsta skref í deildinni, þeirra bestu. Og við ætlum að leggja okkur 100% fram í verkefni. Það er númer 1, 2 og 3. Þú þekkir nú aðeins til í grannaliðinu, einhver sem þú óttast þar? Já, bara alla. Þetta er hörkulið og það er valið maður í hverju rúmi og það er erfitt að finna veikleika en við sjáum svo til bara hvernig leikurinn þróast. Þetta er sviðskrekkur í báðum liðum og við sjáum bara eldskýrt hjá okkur. Þannig að við sjáum hvort að við finnum einhverja glufur eða hvort að þeir finni glufur. Þetta eru þeir, liðið sem á að vinna leik samkvæmt öllu og við sjáum hvort að við náum að stríða þeim eitthvað. Hvernig ætlar að leggja leikinn upp? Hvað ætlar að gera gegn þessu Blikaliði? Við þurfum að vera þéttir, þeir eru eins og segja, mjög góða fótboltamenn og geta haldið boltanum vel og eru beinskeyttir, þannig að við þurfum að loka og ekki koma þeim á hættusvæði. Það er svona númer 1, 2 og 3 og við erum ákveðin að múra þar fyrir framann. Við ætlum samt líka að spila sóknarleik og við ætlum að reyna að pressa á ákveðnum stöðum og sjá hvort við getum unnið hann og sett boltan í markið, tómt markið. Ég vil fara með markmanni framalega og við sjáum það sem einn möguleika og samt föstum leikadröðum og svo líka bara skora í opnum leik. Þú hefur nú verið að fylgjast með Blikaliðinu, hvernig þeir hefur verið að spila. Ert þú sáttur? Hefur þú gert það sjálfur? Já, ég meina hvernig við spilum í fyrra og hitt í fyrra, það er ekkert mikill munur á því. Kannski aðeins meira aggressívitet í pressunni, en eins og ég segi, þetta er bara svipað lið, sami mannskapur og ég sé ekkert eitthvað nýtt í þeim. Það er þessi yngri markvörður sem getur kannski hlaupið meira? Já, Gulli er alltaf síungur og stóð sér frábærlega við síðustu 2 ár og þannig að Anton Ari kemur núna inn, en ég sé að góð reynsla í Gulla og gaman að sjá hann á vellinum og stýra þessu staldið og flottur. Þannig að við gefum Gulla gott. Ég er ánægður með Gulla síðustu 2 ár, mjög svo. Verður þetta harður leikur? Já, völlurinn er vel blautur og það er farið að ligna aðeins og þannig að þetta verður hörkuleikur, hraður held ég og örugglega harður líka. Þetta verður að verði 22 menn sem að ljúka leiknum eða verða það færri? Það er ólíklegt, það verður einhverjar skiptingar, það eru 5 skiptingar allavega í boði, þannig að við sjáum hvernig það setur, en ég veit það ekki hvort að menn meiðist eitthvað, það væri óskandi að vera ekki og allir komast heilir frá leiknum og það verður bara góð skemmtun fyrir stuðningsmenn. Gangi vel en ekkert allt of vel í þessum leik? Er þetta ekki á stöð 2? Nei, Þú verið þetta? Já. Þetta er örugglega skrítið tilfinning hjá að Gústa að koma tilbaka með annað lið. Ekki spurning, líka bara hvernig hann fer í burtu. Það er búin að gera flottar hluti, ná öðru setinu í 2 ár í röð og komast í úrslit í bikar og vera eins nálægt til að landa titl og hætti. Og svona bjóst við því að vera áfram og örugglega svekktur, það er bara ósköp skiljanlegt. Og svo
taka við liðinu frá hinum þjálfarunum og þetta skuli vera fyrsti leikur. Það svona gefur leiknum ennþá meiri svona krydd sko. Það er náttúrulega líka fyrir Óskar að mæta sínu gömlu. Þannig að þetta svona setur svona aðeins meira krydd í leikinn. Auka krydd. Já, sem er gaman. Ég tók eftir að Gústi sagði að þeir ætlu bara að vera vel skipulagðir, sterk og þeir náttúrulega eru sterkir í föstum leikatriðum. Og voru það náttúrulega sérstaklega í fyrra. Skoruðu fullt af mörkum úr hornspyrnum. Heldurðu að þróunin verði í þessum leik þannig að þeir nota öll föstu leikatriðin bara? Sko, nú verð ég bara að segja alveg sjálf, ég hef lítið séð til Gróttu miðað við það sem maður segir. Ég gerir bara ráð fyrir því að Breiðablik komið til að ráða gangi ferðarinn alveg frá upphafi til enda. Það kemur mjög óvart ef það væri ekki. En ég held að það skiptir miklu máli fyrir Gróttu að geta hvílt sig stundum á boltanum. Ef þau þurfa að vera allan tíman að elta, þá verður þetta mjög erfitt. Og ég hefði líka verið svolítið gaman að því að það er Óskar búinn að vera með Gróttu í 2 ár og fara upp, vinna deildina, örugglega mikið með boltan í fyrra og örugglega árið á undan þegar fara 2 deildir upp og núna breytist það svolítið. Nú lenda þeir í hinu hlutverkinu að vera líka með boltan. Hvernig aðlaga sér því? Það verður svolítið gaman að sjá hvernig það verður. Þetta örugglega strákar sem eru vanir í fyrra allavega að vera töluvert með boltan í leikjum. Hvernig bregðast þið við í að þurfa að verjast mikið og það er spila núna á rennisléttum velli, það er miklu erfiðara í 90 mínútur að verjast og vera þéttir. Þau þurfa að vera rosalega duglegir og rosalega skipulagðir til að þola það. Ég tók líka eftir þegar Óskar var spurður með þessa 8 upp blika sem eru aldir upp hérna hjá okkur. Og það eru bara í rauninni, það eru 8 uppaldir blikar í liðinu í dag. Og það er náttúrulega það er þvílíkur munur að vera með svona. Já, það er náttúrulega búið að vera að tala þetta er ekkert í fyrsta skipti að tala þetta. Breiðablik búið að tala þetta síðustu, ég veit ekki, 10-15 ár. Þar sem við erum útútlunarstöð á góðum knattspyrnumönnum og hverju ári verið að selja 1-2 leikmenn erlendis. Þannig að við erum með yngri flokkar sem eru 200-300 iðgjendur í yngstu flokkuna og kemur upp í annan flokk og það er þetta kannski með 40-50 strákar. Þannig að það hefur verið að vinna, góða að vinna og hefur verið. Það sem er kannski skemmtilegt núna að þú ert að sjá mjög mikið af blikum. Það getur kannski verið vonandi sama sem eftir 2010. Það voru nánast bara Breiðabliks. Það er að koma einhverjur inn í liðið en það var mjög mikið af, það voru bara mikið af svona uppöldum strákur sem urðu svona kannski kveikjan að þessum 2 titlum sem félagið fékk. Vonandi getum við séð það að gerast aftur. Það væri gott Sölvi að þú getur kannski sett myndavélina út á völlinn og svona leyfa þeim að sjá hérna stemninguna sem er að myndast. Gamla stúkan er að fyllast og svo er það. Þetta er æðislegt. Þetta er ótrúlega hérna, já. Það er bara svo mikið spenningur í öllum að bara að komast aftur út á fótbolta og sjá fótbolta aftur. Þannig að fólk er orðið svolítið búin að vera ansi margar vikur heima hjá sér og geta lítið farið. Og það er ótrúlega skrítinn tíma sko. Hvernig þetta hefur þróast þetta dæmi sko. Já, það er ekki spurning. Þannig ég held að sé allir lifandi feiknir að mótið sé byrjað. Og núna verður vonandi að spila svolítið þétt, þannig að þetta verður svolítið gaman að fylgjast með. Það er svona kallmat. Hvernig spilast þessi leikur? Þessi? Ég ætla að vera svo djarfur, ég ætla bara að segja að Breiðablik vinni þennan leik 3-1 eða 4-1. Og ég held að Breiðablik mæti sterkir og komi og ætla að sýna að þeir ætla sér stóra hluti í sumar og þess vegna alltaf gott að stimpla sér vel inn í mótið og ég veit að það verður ekki létt en ef þeir ætla sér alveg hluti þá þurfa þeir að vinna þessi svoköldu lið sem eru í neðri hlutunum því Grótta verður klárlega að berjast að halda sér í deildinni. Já. Nú voru leikir í dag, Káa á móti, eða í að Káa. Hvernig varst að horfa á þann leik? Ég sá þann leik og það var svona, ég var Káa að byrja fyrstu 20 mínútur ágætlega í leiknum, skora mark og fengur svona hálfséns að við geta bætt við, en
svo fannst mér bara í að taka öll völd á vellinum og bara virkilega sanngjarn sigur. Það hefði alveg getað verið stærri. Þannig að ég, sem kannski ef ég var í KM-maður, þá hefði ég smá áhyggjur af, getur vel verið að sé einhver leikmenn sem spilið ekki í dag, en alveg sama. Ég held að ég verði frekar svona í neðri hlutunum og þess vegna að fara þangað og vera raun og veru undir langtímum saman. Það svona, auðvitað þetta fyrsti leikur, en einhver síður, það svona áhugjörnir. Nú eru FH að spila við HK í Þórsund. Var komin endaleg staða þar? Já, endaði 2-3. 2-3? 2-3 fyrir FH. Já, ok. Við eigum eftir að sjá úr þeim leik í kvöld. En ég sé að vallarþulurinn er byrjaður að undirbúa hér og eins og þið vitið að þá náttúrulega megum við ekki sýna þessa leiki. En við ætlum að koma hér aftur í hálfleik og svo eftir leik með viðtöl. Þannig að við segjum bara blessa með það. Já, ekki?
Það er fyrstu svona viðbrögð. Sko, enda einu sinni tvisvar þar sem verður eitthvað svona kannski smá tæpir á okkur sendingum en raun og veru eftir sér til að sjá anda og geta spilað og þá get ég alveg séð að þeir myndu bæta við 3-4 mörgum í lokinu. Ég hef spilað mútið stóra bróði en enga á síðu, þeir þurfa að fá þetta annan mark. Menn geta alltaf fengið fjárnsökið andlitið. Þannig að þeir þurfa markið viðbúið til að loka leiknum. Já, þú varst að tala hérna, hann er með 4 aftast. Já, það kemur, nú veit maður ekki hver pælingin er. Svona reynir að vera að spila fyrir aftan Dana og núna, þannig að hann er raunir að koma svolítið inn í. Ég veit ekki hvort að hann sé að fara kannski inn í Anton er fyrir aftan þá og svo Ólafur á milli, þannig að þeir mynda tígur og svo fer Skuld og Morten sem koma inn til að þrengja og þeir eru að reyna að þræða boltanum á milli og að vera nokkur sinnum það sem er auðvitað að sjá 3-4 nú en það er 1-0 og þá er ennþá leikur. Ef að þú væri þarna sem þjálfari, myndirðu breyta ykkur í? Gera þeir að finna svæðin á milli, miðju og varnar og ég er að gera það vel, vantar svona heslumuninn aðeins að reyna að skemma. En svo er raunir bara það, ekki gera neinn mistök sem gerir það að koma þeim inn í leikinn og þá ætti kannski komið leik 1-1 sem ætti ekki að vera leikur. Þannig að leikilega aldrei bara það að menn haldi. Segir Arnar Grétarsson og við ætlum að taka okkur smá breyk aftur og við komum síðan sennilega bara ekkert fyrir nýjast á hérna að við erum með það feðga hérna, Ragnar og Sölva í tæknimálum og
Maður velur grillið, jafn vel og maður velur kjötið. Og þá gott að byrja í Byko. Jæja, velkomin aftur. Það komin úrslit 3-0 fyrir Haddi. Þetta var svona eins og þú spáði fyrir. Þetta myndi enda kannski svona. Já, ég held að leikmenn hafi svolítið spilað svona eins og við töluðum. Sömu yfirburðir voru í fyrri hálfleik eins og var ekki í seinni hálfleik þó þeir voru alltaf með boltann. En það var samt, þeir fengu 2-3 færi sem þess að Grótta í stöðunni 2-0. Og ég sé að Arnar Björnsson er að mynda hljóðnemann þarna niður á velli og hann ætlar að koma með viðtal hér við Gróttumenn kom þeirra spilamennska eitthvað óvart? Nei, þetta er fyrst sem ég sé það og það gríðarlegur, þetta verður strögg en það allt hægt. En það verður erfitt hjá hann, ég held að það sé alveg ljóst en það mikill vilji og menn voru að leggja sig mikið fyrir. Var þetta ekki bara gaman? Bara frábært og eftir þessa bið þá bara í einhverjar 8 vikur eftir að komast aftur á völlinn og mikið að hlaupum og við erum búin að æfa fylla boxið og ég ákvað að koma í seinni bylgjunni. Miklu fleiri mörg. Já, alveg klárt. Við leggjum upp að bara vera með krátt allan leikir. Njóttu þess, takk fyrir. Og ég held að markaskorarinn... Náðum ekki alveg að heyra hvað hann sagði en hvað það? Rétt áður og skoraði marki, vorstu ekki ánægð með það? Er þetta ekki rosalega gott fyrir mann sem vanur að skora? Heimi að skora og við erum komin aftur á Kópavogsvöllinn í gær. Í sumar? Já, það ekki. Við erum ekki að stoppa niður vimman og ánægt að maður sé komin aftur og smá svona fiðríkur skilur þegar mótið að byrja og inn í þetta og slútaði vel hana. Þannig að það verður þægilegt að fara á Kotta. Til hamingju. Takk fyrir það. Og... Hann slútaði þetta? Nei, hann stakk við þjálfarinn eins og... Já. Næja, heyrðu, þó nokkuð mörg ár. Já, í græðum treyðin aftur. Gaman fyrir hann að klára þetta svona, skora síðan. Í raun og veru stundum náttúrulega bara þannig, þeir sildu þessu bara heim. Auðvitað hefði maður viljað bara að þeir hefðu sett nokkuð mörg í viðbót, en mér fannst þetta bara góð frammistaða og mjög sanngjörn úrvalsfólk. En sko, eins og ekki menn alltaf að reyna að nota sem minnst power bara í svona leiki og þannig að menn séu bara... En svona öllu jöfnum myndi vilja fara. Já, Óskar kominn. Rosalega vel. Já, mjög gott að þetta búið. Gott að þetta endaði svo endaði. Flottur leikur. Og töluðum svo sem fyrir leikina að við ætluðum að bera virðingu fyrir ekki að kvarta. Kraftur og vinnusemi í mönnum? Já, mér fannst við vera bara slaka á. Kannski bara eðli málsins samkvæmt en ég svona... Eina sendingu sem hefði nærri skapað mikla hættu en hann svaraði þessu með... Þegar hann einhvern veginn brýtur þennan í sem að fyrir Breiðablik og hvergi annar staðar. Þannig að það er bara eins gott og það getur orðið og sannarlega punkturinn. Það er engin velum fyrir það. Það verður svo sem bara talið í haust en þokkalega hratt úr startblokkunum á þessu móti. Alltaf mínar skoðanir á því og svo tekur Villi Alvar dómar einhver aðra á. Mátti ekki segja, ég ætla að senda að spyrja það. Hver er besti maður Blika í kvöld? Heiðarlegt svar. En ég ætla svo sem ekkert endilega, þú veist, aðrir vorum bara heilt yfir bara... Hver ágifir þeim? Takk hérlega. Skiptum yfir til ykkar. Já, heyrðu, hann valdi þarna, hann sagði bara Gísli og Andri hefði bara verið bestu mennirnir í dag. Og Viktor var valinn maður leiksins. Já, Viktor Karl. En ef við svona zoomum þetta upp svona... Jú, voru búin að gera nóg en svona maður hefði viljað eftir að missa manninn út af. Svona ganga lagið, þeir meir inn í leikinn og fá hérna þessi 2 færi sem þeir fá í leiknum eða einhverja 2 sjansa. En bara heilt yfir og það góð frammistaða en hefði svo hæglega geta verið svona í fyrri áleik og fyllt í eftir að því að getumunum gíðarlegur. Þegar þú ert með svona völl eins og við erum að spila hérna á rennisleitum velli og getan bara, það töluverður getumunur. Þannig að ég held að Blika geta verið bara, en vonandi hefur það bara inni hérna í næstu leik. Já, það ekki bara. Heyrðu, segir Arnar Grétarsson og ég held að við látum bara þessari útsendingu vera lokið að sinni og ég vil þakka og Arnar Grétarsson
takk kærlega fyrir og þú ætlar að mæta með mér aftur fljótlega, eða ekki? Ekkert mál. Það bikarleikur núna á móti Kefl. Takk fyrir mig. Maður velur grillið, jafn vel og maður velur kjötið. Og þá er gott að byrja í Byko.